Hvernig á að nota gráðuboga? Gráðubogi apparat sem við notum til að mæla horn, en við þurfum að kunna að nota hann. Hér horn sem ég ætla að mæla og þá legg ég gráðubogan ofan á hornið, en ég má ekki gera það hvernig sem er. Það svona kross hérna inn í og ég læt hann yfir oddinn á horninu. Síðan læt ég annan arminn fylgja línunni hérna. Ég hefði líka geta gert það svona. Þá þessi armur meðfram línunni. Skiptir ekki öllu máli hvort ég vel, en ég þarf að vanda mig pínu að hafa þetta á réttum stað. Síðan fer ég í arminn hérna og það eru tveir kvarðar hérna, 0 og 180. Þessi byrjar í 0 og telur upp, þessi byrjar í 180 og telur niður. Hvort ná ég að nota? Jú, ég ætla að nota hana sem byrjar í 0. Og ég sé að þetta horn það bil 40 og, við erum að horfa ofan á þetta, 43 gráður. Við skulum prófa annað horn og betra að horfa hérna yfir og maður þarf að vanda sig við þetta. En nú nær hornið ekki út í gráðubogann. Hvað gerum við þá? Þá notum við bara reglustikk. Leggjum hérna yfir og aftur, hvort hvarðan ég að nota? Ég að nota innan innri. Og þetta horn það bil 35 gráður, af því að línan fór yfir í 35 gráðum og við skrifum svona gráðumerki við. En nú ef að teikna 75 gráðu horn, þá þarf ég að byrja að taka reglustikkuna og teikna línu, legg svo gráðubogann ofan á og læt endan á línunni fara það sem krossin og aftur þarf að vanda mig hvað ég að gera. Svo tel ég 0 og upp í 75, það hér, þá ger ég strik þar. Nú má gráðuboginn fara til hliðar og ég dreg línu úr endapunktinum upp í 75 gráðupunktin sem ég var búinn að merkja. Sama hér. Set punktin yfir. Mæli hér 0, 10, 20, 30, 40 og dreg línu með reglustikku. Ég nota reglustikkuna alltaf. Ég ekki að gera þetta bara einhvern veginn. Vanda sig, horfa á hvað við erum að gera, ekki ætla að gera þetta einhvern veginn allt í einu.